Ég tel okkur vera á góðum stað í dag. Við erum komið vottað jafnlaunakerfi og sem segir okkur að við erum með góða yfirsýn á jafnlaunamál á spítalanum og leiðréttur kynbundinn launamunur mælist 0% hér á spítalanum. Það sem hins vegar vefst oft fyrir fólki þegar maður talar kynbundinn launamun, það er þetta leiðréttur óleiðréttur. Samkvæmt skilgreiningu Hagstofu þá óleiðréttur kynbundinn launamunur munur kynjanna þegar eingöngu er horft á vinnustundir, hvort sem það er dagvinna eða yfirvinna og hlutastarf eða 100% stöðugildi. Á landsvísu þá mælist þetta 15,3% og sem eru sambærilega tölur við sjáum hér á Landspítala 17%. Leiðréttur launamunur sá munur þegar við erum búin að bæta við málefnalegum rökum eins og breytur sem meta menntun eða tilfinnilegt álag, að bera ábyrgð á mannauði, hvort sem það er að þjálfa eða daglegur rekstur og svo framvegis. Þessar breytur eru samtals 23 hér á Landspítala og þykja nokkuð málefnalegar og góðar en það er búið að votta þær. Áreiðanleiki á niðurstöðum launagreiningar Landspítalans 90% sem telst mjög gott á svona stórum vinnustað og mælist hærra en á mörgum stofnunum og fyrirtækjum. Það þýðir ekki að verkefnin okkar sé lokið. Með vottuðu kerfi þá erum við ávallt að endurskoða og ávallt að vera með virkt eftirlit og innri úttektir til að skoða sérstaklega þessar breytur. Við vitum að þær breytast, það er mismunandi áherslur á milli ára, eitthvað sem þykir málefnilegt í dag getur verið ómálefnilegt á morgun, ef við hugsum út í það. En áherslan að vera ávallt vakandi fyrir því sem hefur áhrif á jafnlaunamál. Þetta vegferð sem krefst þess að við lítum ávallt í báðar áttir áður en við höldum áfram. Við þurfum að vera vakandi fyrir áhrifavöldum sem hafa áhrif á getu, hæfni og kunnáttu starfsfólks til þess að gegna sínu starfi óháð því hvort að kynbundinn launamunur sér stað. Eins og segir orðrétt í okkar stefnu.